Það er komið að janúar leiðsögn fyrir vatnsbera og svo ég renni aðeins yfir praktísku atriðin. Þá er ég að lesa fyrir mjög stóran hópa fólki, þannig ég get ekki lesið fyrir hvern og einn prívat persónulega. Það sem ég geri er að ég tengi minni á ákveðna bylgjulengd, þar sem að stór hópur ykkar er búinn að tengja sig inn á líka, meðvitað eða ómeðvitað. Nú, svo eru ákveðin atriði sem eru mjög sveigjanleg, eins og aldur, kyn, nákvæmar tímasetningar, staðsetningar í samböndum og samskiptum. Þetta getur allt verið svolítið sveigjanlegt og farið þvers og kruss, þannig að þú hagræðir bara smáatriðunum eins og þér hentar að sjálfsögðu innan skynsamlegra marka, en ef stærstur hluti lestrarins á við þig, þá tekur leiðsögninni bara til þín. En ef að lesturinn á engan veginn við fyrir þig eða þitt merki, þá mæli ég með því að kanna önnur merki, sem sérstaklega þau sem að finna í stjörnukortinu þínu, þú þekkir það, og þá sérstaklega tunglmerkið þitt, rísandi merki, jafnvel Venusarmerki ef þú ert ekstra forvitin ástarmálin. Og ég eða bara jafnvel eitthvað merki sem að endurtekur svo oft í stjörnukortinu þínu. En við skulum athuga hvaða vatnsbera ég er að tala við. Fá nokkuð fyrir það. Svo vil ég fá áskoranir og uppákomur í janúar fyrir vatnsbera. Svo vil ég fá leiðsögn fyrir vatnsbera. Svo vil ég fá niðurstöðu. Og það sem vatnsberan ekki veit, en hefði gott að fá örlitla innsýn inn í, vil ég að fara hér neðst í stokkinn. Vatnsbera sem ég er að lesa fyrir. Vatnsbera sem ég er að lesa fyrir er alveg búin að þurfa að hafa svo lítið fyrir sínu, en er búin að vera að uppskera gífurlega af því sem hann hefur sáð hér áður, og er að mér finnst núna vera svolítið, sko ég vil ekki segja að þetta sé óþægilega vond staða, en hún er ekki auðveld heldur. En mér finnst, kæra vatnsberi, eins og akkurat núna sért þú með valmöguleika fleiri en einn fyrir framan þig, sem eru áhugaverðir og freistandi, sérstaklega það sem er ákveðin svona óvissa í, hvort sem þú ert hvort sem það er eitthvað nýtt að gera, nýtt nám eða nýr starfsvettvangur, ný vinna eða eitthvað nýtt varðandi sambönd, að þá hér finnst mér valmöguleiki sem er mjög freistandi, mjög spennandi, og að mörgu leyti virðist þannig sé vera svona aðeins of gott til að vera satt, og það er svona eins og hafi pínu áhyggjur af því að ef þú veljir þann möguleika, þannig sem að kveikir hvað mest í þér, að þá
sko sértu að gefa upp í bátinn eitthvað sem er stöðugt og þægilegt og pottþétt svona. Og þetta svona, og meira þess að eru einhverjir eitthvað sem er að reyna að gera bæði í einu. Þannig að þetta er svolítið staðan sem mér finnst vera að lita á líf þessa vatnsbera núna. Og mjög líklegt að þetta tengist einhverju sko iðn eða ástríðu, vinnu, skóla, nám, eitthvað svoleiðis, eitthvað sem þú gerir finnst mér. Og þá er einhver valmöguleiki sem freistar og virðist í rauninni vera sko bara ómikill draumur til þess að sé raunhæfur valmöguleiki, en þetta er engu að síður til staðar. Þetta er til staðar og þetta er alveg að vefja svolítið fyrir þér. Og áskorunin þín felst fyrst og fremst í því að leita inn á við, kanna inn á við hvað er það sem þú raunverulega vilt og hvað getur gert núna. Hver er þín raunverulega staða í þessu? Og svo er líka góð spurning með það hvort að sko stendur í raun að vera einn eða ein að þessu, eða hefurðu stuðning, hefur eitthvað aðstoð, eða þarftu að ráða út úr þessu sjálfur eða sjálf. Það er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir þig núna að virkilega kafa inn á við, sko burt séð frá öllum hinum í kringum þig, burt séð frá sko hvernig aðstæður sko félagslegar eða fjölskylduhægir eru. Þá þarftu að kanna fyrir þig hvað þú vilt. Nú, það eru ákveðnar fórnir sem fylgja þessu. Það eru einhver atriði, það eru einhverju hluti sem þú þarf svolítið að sleppa tökunum á. Og fyrst og fremst er það náttúrulega þessi þægindarammi sem þú hefur í farinu, þú veist, í þessum sem þú ert búin að vera að gera núna síðustu misseri eða hvað nú. Og þægindarammin sem þú þekkir í dag, það er fyrst og fremst það sem þú þyrftir að fórna, en þú verður líka að athuga fyrir hvað. Og þetta er raunverulega áskorun fyrir þig. Hljómar ekki eins og að sé mikið, en þetta er erfið ákvörðun og það er í mörg horn að líta. En áskorun þín núna í janúar er fyrst og fremst svo að þú þarft svolítið mikið að athuga hvað þú vilt, og það er hægara sagt en gert fyrir okkur flest. Við erum oft búin að móta okkur í þannig hugafar einfaldlega að við gerum það sem það þarf að gera í staðinn fyrir það sem við viljum gera. En núna er í boði eitthvað sem þú vilt gera og þú ert að spá hvort þú getur það. Þannig að þín áskorun, og sérstaklega fyrir þig, elsku vatnsberi, rökhugsandi vatnsberi sem er svo upptekinn oft að því að vinna í þágu heildarinnar, þá er oft svolítið erfitt fyrir þig að ætla að fókusa sjálfan þig. Þannig að þetta er alveg þunga ákvörðun fyrir þig. Það vantar ekki. Og fyrir vatnsberan sem er svo rökhugsandi að þurfa að fara sko velja og vinna út frá tilfinningum, það er heldur ekkert auðvelt. Þannig að hvað sem þetta er sem þú ert að gera, þetta er ekki smámál. Það verður ekki tekið að þér. Nú, fáum leiðsögn. Fyrsta sem kemur er að við vitum ekki allt og við eigum ekki vita allt. Og þú mátt ekki vera of fljótfær og ekki of dómharður. Ekki fara og geist af stað. En á sama tíma þá þarftu að taka ákvörðun. Þú þarft að fara ekki of hratt og ekki of harkalega, en þú þarft samt engu að sér að ákveða þig sem fyrst. Og í rauninni vera að segja við þig, það er eitthvað alveg stórglæsilegt tækifæri hérna rétt handa við hornið, bara hérna ofan í kanínuholuna. Undraland er þarna. Þú veist ekkert hvað bíður þín. Við vitum ekkert hvað leynir sig í þessari holu. En
þú kemst líka aldrei af því að þú væflast bara kringum hana og bíður eftir og reynir að hugsa. Stundum þarf maður bara að loka augunum og dempa sér út í þetta. Og það veit ég að mjög erfitt fyrir þig, en hins vegar, ég skil alveg, það ákveðin ótti með að fara vaða svona blint í sjóinn, en aftur á móti þá þetta svolítið það sem felst í því að fara út fyrir þægindaramma sinn og því fylgir þroski. Það alltaf lærdómur í því að fara út fyrir þægindaramma sinn og þá okkur ekki ætlað að vita allt. Það einfaldlega þannig. Ef við myndum vita allt fyrirfram þá værum við ekki að þroska okkur með því að fara út fyrir einhvern ramma. Það algjörlega þannig. En niðurstaðan þín, kæri vatnsberi, að þetta verður til þess að það verða í fyrsta lagi rosalegur andlegur þroski og mikill lærdómur. Jafnvel að það verði einhverjir samningar í samböndum, og mér finnst að það fyrst og fremst vera samningar í starfi eða svona partnership, business partners, partner in crime, svona eitthvað sem þú vinnur með. En við getum hins vegar farið alveg alla leiðinni það að það eru líka hér nýjar skuldbindingar og jafnvel nýjar skuldbindingar í nánum samböndum, hreinlega alla leið út í trúlofanir og hjónabönd og þess háttar. Taktu því eins og það á við fyrir þig, en það eru allavega hérna nýjar samningar og skuldbindingar í samskiptum og samböndum. Og þetta veit þér svolítið nýja sýn, svona gefur þér færi á að hefja þig á loft inn á einhverja nýja braut. Ef þú ert búin að vera í stöðnun í einhvern tíma þá þetta kjörið tækifæri fyrir þig til þess að fara af stað aftur. Og það svolítið verið að benda þér á að þú ert tilbúin. En hins vegar kemur hér líka að með þessu öllu saman, í rauninni sama hvort þú velur eða hvað þú velur, að þú getur alltaf látið þína heitustu drauma rætast og það stendur til boða ef þú velur svo. En svo höfum við alltaf öll okkar djöful að draga. Við byrjum að efast og við erum sjálfum okkur verst. Og meðal annars í því að það svo auðvelt að missa sjónarmið af draumnum eða af því sem við viljum raunverulega gera. Að þegar við gleymum okkur í gleðinni eða gleymum okkur í að fylgjast með öllu öðru sem kringum okkur. Við gleymum því svolítið að bara að hlúa okkur sjálfum ef við missum fókusinn. Og eins líka þurfum við að minna okkur á að, og hérna finnst mér koma svolítið skýrt í gegn, grasið ekki alltaf græna hinum megin. Þannig að við stundum þurfum við að fókusa svolítið á það sem við höfum í staðinn fyrir það sem við höfum ekki. Og það sem við veljum okkur, við þurfum að muna að þetta alltaf okkar val. Við völdum þetta sem við erum í núna. Við skulum njóta þess í staðinn fyrir að velta fyrir okkur hvað ef. Og við skulum fá aðeins einsýni með þetta. Já, það var kannski full mikið. Já. Þú finnst mér núna,
þá þú ert á svona tímum þar sem þú ert að vega og meta. Það fer ekki á milli mála. Þú ert alveg virkilega að stíga fram og tilbaka. Það sem mér finnst spila svolítið sterkt inn í það sem að ögraður mikið við að þurfa að vega og meta þessa ákvörðun finnst mér svolítið þetta veraldlega. Þetta eitthvað sem að gengur þetta upp fjárhagslega, húsnæðislega séð, geti látið ganga upp allt sem að þarf að fúnkera. Þetta áþreifanlega til þess að boltinn rúlli heima við og allt þetta. Og þar finnst mér vera svo litlar áhyggjur. Það spilar sterkt inn í, finnst mér, matið á því hvort að þetta sé raunhæft val fyrir þig. Og í leiðsögninni þá verið að benda þér á að sama hvað þú velur þér, sama í hvorn fótinn þú stígur, það er alltaf rétt val, það er alltaf rétt ákvörðun, það er ekki til neitt sem heitir rangt valið, en það þarf að velja. Og meðan þú stendur í óvissunni, meðan þú veist ekki hvort þú ætlar að gera, þá ertu í helvíti, þá ertu á milli steins og sleggju. Það er ekkert sem heitir rangt val, það er bara val. Þó þú sért með valkvíða núna. Meðan við erum ekki búin að velja, þá erum við í hvað óþægilegustu stöðunni. Og varðandi niðurstöðuna eina. Þá hér þú velur fyrir að síðar. Það er svolítið þar, Það er svolítið verið að segja að það kemur að því að þú velur. Og þá þarf valið að vera fyrir þig, fyrst og fremst. Það er svona mikilvægasti þátturinn í þessu öllu saman og þarf að velja fyrir þig. Og það sem þú veist ekki er að þú hefur miklu meira en þú gerir grein fyrir. Þú hefur miklu meira að bjóða upp á og þú hefur miklu meiri seiglu, þrek, hvað það er sem þú hefur fram á að bjóða í þetta, þú hefur meira en þú gerir grein fyrir. Eins líka þetta veraldlega, þú ert betur stakk búin þar líka, þú ert stöðugri en þú gerir grein fyrir, það er mikil stöðuleiki. Þetta verður ákveðið púsluspil og þetta er pressa, en þá er svo mikilvægt fyrir þig að hlúa að sjálfum þér fyrst áður en þú fyrir að skipta þér einhverjum öðrum. Og númer 1, 2 og 3, það er þú og þínir 4 veggir sem þú býrð innan í. Það sem þarf að vera þar. Það er þú og þetta allra nánasta. Hvort sem það er fjölskylda eða börn eða hvað, en það er þú og það sem gerist inn í þínum kofa í rauninni. Leyfðu þér að fagna, leyfðu þér að njóta, en leyfðu þér að hafa gaman. En það er komin tími til að velja. Númer 1, 2 og 3. Þú þarft að velja. Ég ætla að fá fyrir þig leiðsagnarspil úr stokk sem heitir Sacred Earth Oracle og lítur svona út. Þetta er nýr stokkur. Þá leiðsögn hérna handa er til þess að taka þetta myndband heima saman. Og það er spilið Fortitude. Ég mætti segja þýða sem seiglu, sem styrk, en jarðnesk meining þessa spils, Fortitude,
reynd að sjá fyrir þér áskoranir eða hindranir sem ómerkilegar og í rauninni bara svona peð í taflborðið, bara svona eitthvað sem þvælist fyrir en skiptir í rauninni ekki máli. Hvað sem það þá getur þú farið í gegnum það. Sterkur grunnur, sterk grunngildi og háflegar hugmyndir, draumar munu alltaf yfirvinna og vara lengur heldur en einhver smá peð í svona spili. Það mun taka minni orku fyrir þig að standa í styrknuðinum og standa með þínu heldur en að tekur til þess að hætta við. Það er að segja, það er auðveldara fyrir því í dag að ganga eftir því sem þú vilt heldur en að sleppa því, heldur en að gefa það upp í bátinn. Einbeittu þér að heildarmyndinni, vertu yfirvegaður, þú getur komist í gegnum þetta. Andleg meining er sú að þú ert elskaður og það er heilagur sannleikur. Í stærstu kosmísku heildarmyndinni þá er kærleikur og ást það eina sem aldrei breytist. Þegar allt annað í kringum þau breytist, eins og það mun sennilega skera, þá mun ást og kærleikur alltaf vera þarna. Og sú staðreynd að þú ert elskaður og elskuð mun aldrei breytast, því að það að elska er eini viljinn sem ástin og kærleikurinn í heiminum hefur. Þetta var fallegt. Þá er þessari leiðsögn lokið og ég vona að hún rati sönn og rétt til þín og til þeirra sem þurfa á hana að halda. Vona að þetta komi að gagni og nýtist. Annars þakka ég bara kærlega fyrir áheyrnina.